Ákæra hefur verið gefin út á hendur erlendum farandala sem grunaður að hafa farið landið og boðið fólki myndir til sölu. Hann hafði 900 myndir í fórum sínum. Sýslumaðurinn á Ísafirði segir skipta máli hvaðan maðurinn kemur. Ákæra hefur verið gefin út á hendur erlendum farandala sem handtekinn var í Ísafjarðarbæ í vikunni. Gerðar voru upptakar yfir 900 myndir sem maðurinn hafði í fórum sínum. Talið að hann hafi farið víða land og boðið fólki myndirnar til sölu. Tilkynning barst sýslumannsembættinu faransala á ferðum Ísafjarðarbæ fyrir 10 dögum síðan. Hann fannst reyndar sólarhring síðar eftir tilkynningu og var þá við sölu. Þá fer ákveðið ferli í gang. Við könnum sakarferil viðkomandi bæði hérlendis og erlendis. Maðurinn sem Egypti en hingað kominn frá Finnlandi játaði brot sitt og var úrskurðaður í farbann og gæsluvarðhald. Rannsókn lauk þegar á föstudag með ákæru. Leið fékk maðurinn vegabréf sitt afhent og frjáls ferða sinna. Faransala heimil öllum fyrirtækjum á Íslandi. Einstaklingar með íslenska kennitölu geta sótt leyfi til faransölu. Erlendur ríkisborgari hins vegar þyrfti alltaf að vera hér með dvalarleyfi til þess að geta sinnt þessu. Brot þessa einstaklings eru hins vegar að okkar mati mun fleiri. Þetta tollalagabrot, það brot á innflutningslögum. Það ekki greiddir skattar eða gjöld af þessum varningi sem var seldur. Þetta brot á útlendingalögum, eða lögum atvinnurétti útlendinga. Viðkomandi var ekki búin að afla sér hvorki dvalar eða atvinnuleyfis og síðan kemur brot á lögreglusamþykkt Ísafjarðarbæjar. Og hann var að selja myndir eða teikningar? Já, þetta var svona ýmis varningur. Þetta voru olíumálverk, þetta voru einhvers konar papírusmyndir, þetta voru póstkort, bókamerki, laufblöð sem búið að vera að mála á. Þetta var mikill fjöldi verka sem þarna var gert upptækt. Útlendingastofnun tekur nú mál mannsins til meðferðar og ákvarðar hvort honum skuli vísa brott af landinu eða frávísa honum. Munurinn sá að brottvísun fylgir endurkomubann en frávísun ekki. Skiptir upprunaland mannsins máli í meðferð svona mála? Já, það skiptir náttúrulega máli hvort þú Íslendingur eða erlendur ríkisborgari. Síðan meðferð eða reglurnar útlendinga mismunandi eftir því hvort að þú ert innan EES-svæðisins eða utan. Það eru miklu rýmri reglur en þegar kemur að þessari faransölu þá breytir það engu. Þú þarft alltaf að hafa þessi leyfi hvort sem þú ert innan eða utan EES.